og það gallinn auðvitað við kynjafræðina vegna þess að kynjafræðin, hún ekki vísindagrein, hún hjáfræði, svipað eins og stjörnuspeki, þú veist að munurinn á stjörnufræði og stjörnuspeki að stjörnufræðin gang himintunglana og vísindaleg grein, en stjörnuspekin rugl, eitthvað í hvað stjörnumerkið þú fæddur og það hafi einhver áhrif á það hver forspárgildi. Já, eitthvað forspárgildi og kynjafræðin, hún horfir algjörlega fram hjá því að til hlutur karla orðið núna miklu lakari heldur en hlutur kvenna. Það eru 2/3 af þeim sem útskrifast úr Háskóla Íslands konur, 1/3 eingöngu karlar. Það mikið af körlum sem meira að segja eru varla læsir og ef þú lítur á sjálfsvígstíðni þá í kringum 80% af þeim sem að stytta sér aldur eru karlar og 20% eru konur. Ef þú lítur á þá sem í fangelsum þá eru 95% eru karlar og 5% eru konur. Ef þú lítur á þá sem leita sér meðferðar vegna ofdrykkju eða fíkniefna neyslu, þá hlutföllin mjög svipuð, það eru 20% sem eru konur og 80% karlar. Þannig að á öllum svona mælingum sem að við getum séð lífshamingju og lífsskildi, þá eru konurnar að koma miklu betur út en karlar og ég held að sé til þess kerfisbundin ástæða og hún sú að, og ekkert af þessu nefnt í kynjafræðinu nema þá einhverjum svona bara neðamálsgreinum. Ég held að skýringin á þessu sú. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/einpæling.